Nemendur úr hraðbraut standa sig verr í Háskóla Íslands en nemendur úr öðrum menntaskólum. Þetta kemur fram í skýrslu menntamálanefndar málefni hraðbrautar en hún áfellisdómur yfir stjórnendum skólans. Andri Ólafsson tekur við. Menntamálanefnd hefur verið með málefni hraðbrautar til umfjöllunar eftir að skýrsla Ríkisendurskoðunar leiddi meðal annars í ljós að hraðbraut hefði greitt 82 milljónir króna í arð til eigenda sinna árin 2003 til 2009 á sama tíma og ofgreiðslur ríkisins til skólans námu 192 milljónum. Nefndin segir að skýrsla Ríkisendurskoðunar sé þungur áfellisdómur yfir fjármálaumsýslu og rekstrarháttum eigenda og stjórnenda hraðbrautar. Meðferð þeirra á fjárframlögum úr ríkissjóði sé sérstaklega ámælisverð. Mennta- og menningarmálaráðuneytið einnig gagnrýnt fyrir að hafa brugðist í grundvallaratriðum eftirlitsskyldu sinni með framkvæmd þjónustusamningsins við hraðbraut. Auk þess sem fjárhagsleg óreiða einkennir rekstur hraðbrautar bendir skýrslan á að frammistaða nemendaskólans sé undir meðallagi þegar í Háskóla Íslands komið. Eins og fram hefur komið greiddu eigendur hraðbrautar sér 82 milljónir króna í arð, en það eru ekki einu arðgreiðslurnar sem menntamálanefnd fjallar því að svo virðist sem eigendur skólans hafi greitt sér umtalsverðan arð út úr einkahlutafélaginu Faxafen ehf. Faxafen hefur tekið sína því að leigja hraðbraut skólahúsnæði en félagið Faxafen í eigu skólastjóra hraðbrautar og eiginkonu hans. Frá því að félagið var stofnað hafa arðgreiðslur úr því numið 95 milljónum króna samkvæmt þeim ársreikningum sem nefndin hefur skoðað. Stjórnendur og eigendur hraðbrautar greiddu sér 177 milljónir í arð úr skólanum og félögum tengdum honum. Skólinn nú rekinn með tapi og rekstrarforsendur hans sagðar hæpnar. Andri aftur. Í skýrslu menntamálanefndar að finna harða gagnrýni á eigendur og stjórnendur hraðbrautar en ekki síst menntamálaráðuneytið fyrir að hafa brugðist eftirlitsskyldu sinni gagnvart skólanum. Höldum til haga því helsta sem fram kemur í skýrslunni. Hraðbraut fekk 192 milljónir ofgreiddar á tímabilinu 2003 til 2009 því skólinn fekk borgað fyrir fleiri nemendur en þar stunduðu nám. Ráðuneytið átti að fylgjast með þessu en gerði það ekki. Stjórnendur og eigendur hraðbrautar greiddu sér 177 milljónir í arð úr skólanum og félögum tengdum honum. Þá lánaði skólinn einnig félagi tengdu eigendum 50 milljónir. Hagnaðurinn sem þessi lán og þessar arðgreiðslur byggðu á var tilkominn vegna ofgreiðslna frá ríkinu. Í fyrsta skipti sem skólinn fekk rétt greitt samkvæmt samningi, þar að segja engar ofgreiðslur, var hann rekinn með 13 milljón króna tapi. Frammistaða nemenda úr hraðbraut undir meðallagi í Háskóla Íslands. Þetta sýna meðalengunir nemenda en þær eru lægri en heildar meðalengun nemenda í háskólanum. Þjónustusamningur sem menntamálaráðuneytið gerði við stjórnendur hraðbrautar byggðist fyrst og fremst á þeirri forsendu að skólinn myndi sinna bráðgerum 16 til 18 ára nemendum. Samt eru 60% nýnema eldri en 18 ára. Kjarasamningar hafa ekki verið gerðir við kennara og þeir eru á umtalsvert lægri launum en kennarar í öðrum menntaskólum. Kennarar sem gerðu athugasemdir við þetta voru reknir. Á meðal þess sem þeir gerðu athugasemdir við að 37% af rekstrarútgjöldum skólans fór í laun, en í framhaldsskólum á vegum ríkisins hlutfall launakostnaðar að jafnaði tvöfalt hærra eða 75%. Annar kostnaður til að mynda við húsaleigu mun hærri hjá hraðbraut en annars staðar en skólinn leigir húsnæði af skólastjóranum Ólafi Jónsson. Ólafur þáði ekki boð fréttastofu að tjá sig málið.